Það ekki þannig að því hærra hlutfall innflytjenda leiði til hærra hlutfall afbrota. Hvernig í ósköpunum getur einhver fílabeinsturns akademus með allar sína tölur og hreinu komið og logið því upp í opið geðað mér að það sé bara ekkert að. Í fyrsta lagi þá ólst ég upp í Breiðholti, í Efra-Breiðholti, í Fellunum og ástandið á þeim tíma þegar ég var að alast upp var nákvæmlega hræðilegt. Að það svo sem ástandið í Efra-Breiðholti ekki nýtt. Fordómar í Svíþjóð hafa blossað upp vegna þess að ég held að því að umræðan hefur ekki mátt eiga sér stað. Að það kom svona tímabil í Svíþjóð þar sem að það mátt ekki ræða þetta. Allir áttu að vera jákvæðir og ef það voru sett einhver spurningar fram ástandið að þá var það strax stimplað sem fordómar. Þú eigir tækifæri á að tengja samfélaginu, á að mennta þig, á að fá ákveðið starf, að þú svona tækifærin að við leggjum áfram áherslu á þetta. Jöfn tækifæri. Já, Margrét, hvað segirðu gott? Ég segi fínt. Það ekki bara, ég mjög hress. Það bara komið sumar og við tökum því. Ég alltaf ánægður með sumrin. Mér finnst alltaf betra, ég þoli ekki snjó. Okay. Hundleðlur, mér finnst leðilegt, mér finnst ekkert gaman þegar fólk fer á skíðu og eitthvað þannig, ég vil ekki fara að bretti sjálfur. Þannig að ég eiginlega bara vil hafa þetta nákvæmlega svona. Maður ætti eiginlega að búa einhvers staðar annars staðar helminginn árinu, en það gaman hérna á Íslandi líka. Já, það stórfínt. Afbrot á Íslandi. Ungir innflytjendur og afbrotahegðun var rannsóknarefni sem þú fórst í. Það sem að þú varst að rannsaka hvað? Já, svona það nýjasta rannsóknarverkefni sem ég hef verið að gera og var til dæmis að kynna á stóri ráðstefnu í Svíþjóð núna í maí var rannsóknarspurningin var í raun og veru snerist það hvort að innflytjendur, ungir innflytjendur, bæði fyrsta og önnur kynslóð innflytjenda á Norðurlöndunum væri hvort að þeir væru meira líklegir til þess að hafa afskipti eða hvort að lögreglan væri meira líkleg til að hafa afskipti af þeim fyrir sambærilega hegðun og innfædra og svona al íslenskra ungmenna og þetta það sem að titillinn til dæmis var Selective Social Control hjá mér og þetta svona tengist allri þessi umræðu kynþáttamiðaða löggæslu og mismunun í réttarvörslukerfinu þannig að það var svona stóra rannsóknarspurningi mín en svo fór ég auðvitað að þegar maður að skoða mögulega mismunun í löggæslu og réttarvörslukerfinu að þá þarf maður auðvitað að vita hvort það sé munur á hegðun þannig að ég var að skoða það hvort það væri í raun og veru munur á afbrotahegðun á milli fyrstu kynslóðar innflytjenda, annarra kynslóðara og þeirra sem eru innfædd og ég ekki bara að skoða Ísland, heldur ég að skoða öll Norðurlöndin. Ég í svona stóru rannsóknarverkefni þar sem að við höfum farið í að safna samskonar gögnum í reyndar rúmlega 40 löndum en við erum svona í norrænu samstarfsverkefni nokkrir afbrotafræðingar. Já, þannig að þetta ég að skoða og í þessu gögnum, þetta eru 13 til 17 ára krakkar, 17-18 ára, þetta eru sem sagt 8., 9. og 10. bekkur í grunnskólum og fyrsta árið í framhaldsskólum. Og á Íslandi var þetta bara höfuðborgarsvæðið, þetta allt höfuðborgarsvæðið og en í hinum löndunum til dæmis í Svíþjóð var þetta Stokkólmur og Gavle og í Finnlandi var þetta Helsingi og Turku þannig að það voru svona borgir sem við fókusiruðum á Norðurlöndunum og stuttasvarið við munur eru innflytjendur líklegri til að brjóta af sér heldur en innfædd ungmenni nei. Það svona almennt yfir, þá var það niðurstaðan, hvorki fyrsta kynslóð né önnur kynslóð, það var reyndar munur þegar kemur á ofbeldi í Finnlandi. Þar voru krakkar með erlenda bakgrunn líklegri til að hafa beitt ofbeldi. Og þarna ég að skoða þetta þegar ég búin að taka tillit til svona helstra þátta eins og
Já, bara eftirlit foreldra, félags- og efnahagsstöðu foreldra, að því að það svona almennt að þá viljum við vita hvort að það, til dæmis eins og núna í þessari rannsókn fókusinn á innflytjandastöðu, þá vil ég vita hvort að það sé í raun og veru innflytjandastaðan sem hefur áhrif á afbrot eða ofbeldi, en ekki eitthvað annað sem tengist innflytjandastöðu eða afbrotum líka og býr til svo kallað sýndarsamband. Þannig að ég stjórnaði fyrir svona, en ekki mjög mörgum þáttum, en félags- og efnahagsstöðu foreldra og tengslum við foreldra. Og þannig að þetta var niðurstaðan, að svona almennt var ekki munur. Ok, það áhugavert, því að ég var með Brynjar Karl, íþrótta eða körfuboltaþjálfara daginn. Hann að kenna upp í Breiðholti og hann mitt drullaði mikið yfir stjórnvöld fyrir það að vera mjög afskiptalaus í öllu sem að við kemur innflytjendum hér á landi, sérstaklega á sveitarstjórnarstiginu, þrátt fyrir það að vera rosalega eitthvað svona regnboga pepp útlendinga eins og hann orðaði það gagnvart innflytjendum svona þegar þau farin við tjörnina, það að blaður þetta í ráðhúsinu, að þá vilja ekki neitt þetta mál vita í grunninn. Og mér varst alltaf áhugavert því að þú kynnti þína niðurstöður og ég mætti á erindi sem þú hélst á Þjóðarspeglinum núna fyrir skömmu, þar sem þú varst að fara yfir keimlíka niðurstöður. Og þar var ég með að spyrja bara, þú veist, ég hlusta á Jón Gunnarsson tala um þessi mál, ég hlusta á Brynjar Karl tala um þessi mál, ég hlusta og Brynjar Karl sagði bara, heyrðu, ég að fá frá stjórnsýslunni, frá skólanum, frá öllum þessum aðilum, frá lögreglunni, öllum aðilum sem að koma að þessum ungmennum og þau segja öll bara, heyrðu, Efra Breiðholtið, einn kennari skrifaði hann bara grein fyrir skömmu sem hitt bara Breiðholti brennur, þar sem hann var að mynda að tala um það að ungir innflytjendur væru ekki aðalagast okkar samfélagi og það myndi koma til með að leiða til hræðilegra atburða og Brynjar Karl sagði bara, heyrðu, eftir 10 ár þá verður Efra Breiðholtið eins og verstu hlutinni sem við erum að sjá núna í Svíþjóð. Og þú segir að sé engin munur, menna það skýtur til skökku við fyrir mjög marga sem hugsa bara, heyrðu, Svíþjóð, ég heyri nú bara vikulega af því að það séu ungi krakkar sem eru bæði í sprengjum og skotárásum, þurfa bara vera 100 daga til 3-4 ár í fangelsi og eru þá orðin svona committed í glæpagengin. Og hvernig í ósköpunum getur einhver fílabeinsturns akademus með allar sína tölur og hreinu komið og logið því upp í opið geðað að mér að það sé bara ekkert að. Hverju myndir svara þessu? Já, ég ekki að segja að sé ekkert að, en já, þetta var góð samantekt að því að þetta líka svona alveg það sem að ég fæ stundum svona bara í tölvupóstum og skilabóðum á samfélagsmiðlum og svona, samræmi við það. Sko, bara í fyrsta lagi þá ólst ég upp í Breiðholti, í Efra Breiðholti, í Fellanum og ástandið á þeim tíma þegar ég var að alast upp var nákvæmlega hræðilegt og það var bara, já, ég meina það var, Er það ástæðan fyrir að þú fórst í þetta? Já, kannski að hluta til. Ég alveg vissið það. Nei, ég meina, ég náttúrulega eldgömul og var að alast upp svona sem krakki og úlingur í Fellunum, þannig að 80 eitthvað, 90 eitthvað og það var bara hræðilegt ástand í Breiðholtinu þá. Og þar voru, á þeim tíma voru þetta ekki innflytjendur, heldur voru þetta í einu sama hverfinu var mikill fjöldi af stórum barnafjölskyldum og fólk sem að svona bjó við vondar félagslegar aðstæður og svo flutti ég úr Fellakverfinu í Bakkana og svona á Írabakka sem að er svona ein blokk þar sem að svona bæjarblokk, ég veit ekki hvort að það sé ennþá notað orðið bæjarblokk en allir íbúar þurftu félagslega aðstoð og ástandi þar var hræðilegt þegar kemur að bara vandræðum hjá úlingum og afbrotum og ofbeldi og það vegna þess að bara flesti krakkarnir sem bjuggu í þessari blokk
byggum við mjög slæmar fjölskylduaðstæður og svona þannig að það svo sem ástandið í Efra-Breiðholti ekki nýtt. Það bara svona í fyrsta lagi. En svo líka að þrátt fyrir að þetta séu mínar niðurstöður að þá þarf það ekki að vera í neinni mótsögn við það að það séu ýmsar áskoranir og sko vandræði tengt því að það sé orðið svona ákveðið hverfi á höfuðborgarsvæðinu þar sem bara mjög hátt hlutfall íbúa eru innflytjendur samansafnað á einu stað. Ég held að það sé ekki vænlegt og sé ekki gott og ég held að það sé heldur ekki rangt að það þurfi að huga miklu betur að þessum málum, að styðja þennan hóp heldur en gert til dæmis bara að tryggja það að þessi krakkar hafi sama aðganga íþróttastarfi sem rosalega mikilvægt og svo þarf auðvitað bara að styðja við þessa krakka sem eru í raun og veru bara verða hluti af framtíð þessa lands og en líka sko þegar við erum að tala innflytjendur og afbrot að það ekki hægt að segja bara að því að sko þetta það fer eftir því auðvitað hvernig þetta skoðað hvaða niðurstöðu við fáum að því að stundum fólk vil stundum rökraða við mig á internetinu, á samfélagsmiðlum sambandið og þá sko ég gera það ekki vegna þessa að þetta bara pínlítið flókið en að því að við höfum smá tíma nóga tíma að þetta ekki, þú veist ekki rosalega flókið en samt svolítið flókið eins og sko, þá langar við fyrst að segja að sko að sambandið á milli til dæmis hvort að aukin fjöldi innflytjenda leiði til hærri tíðni afbrota að sambandið sko við getum skoðað það á 2 stigum og það annars vegar á svona makrostigi eða samfélagsstigi og þá erum við bara að svara þeirri spurningu hvort að hærra hlutfall innflytjenda á ákveðnu svæði leiði til hærri tíðni afbrota. Þá erum við ekki að svara því hvort að sko innflytjendurnir sjálfur séu endilega líklegir til að brjóta af sér, heldur bara það þegar við sjáum hærri fjölda innflytjenda munum við sjá hærri tíðni afbrota. Og þá þurfum við að skoða þetta á milli hverfa, milli svæða, milli landa. Eru til dæmis þau lönd þar sem að búa mjög hátt hlutfall innflytjenda, hafa þau hærri tíðni afbrota. Og þá ekki hægt að benda á eitt hverfi eða eitt land þar sem að vandamálin eru mikil, heldur verður að því að það gæti verið einhvers konar frávik eða útlægi eða einhverja aðrar aðstæður sem að skýra það. Heldur þarft að skoða þetta tölfræðilega með mjög stórt úrtak af löndum, hverfum, svæðum. Og það til dæmis sannar ekki neitt að þetta samband að ástandi sé slæmt á ákveðnu stöðum í Svíþjóð í dag. En sko svona rannsóknir sem skoða þetta á samfélags eða svona heildarstigi að þær niðurstöður úr þeim eru skýrar. Það ekki samband. Það ekki þannig að því hærra hlutfall innflytjenda leiði til hærra hlutfall afbrota. Almennt ekki samband. Það ekki tölfræðilegt samband þarna á milli. Þrátt fyrir að sé einstaka svæði og einstaka hverfi á Íslandi þar sem að þetta má vera þar sem það bæði hátt hlutfall innflytjenda og hátíðni afbrota. En þá myndi einhver segja, sko, hvað þá að gerast í Svíþjóð? Þeir tóku á móti ótrúlega mikið af fólki á ótrúlega skömmum tíma og það nánast beinfylgni á milli þess að þeir tóku á móti mikið af fólki og þeir sjá stórkostleg vandræði milli gengja sem eiga rætur svona rekja til annarra landa. Það vandamál raunverulegt, algjörlega raunverulegt og hvað skýrir það vandamál það alveg nokkrir þættir og einn af þeim þáttum til dæmis að sem að sko eru einhverjar risablokkir
og í ákveðnum hverfum í til dæmis eins og Stokkólmi og Malmö þar sem að eingöngu illa stattir innflytjendur búa. Það er bara félagsleg vandamál og þetta er það sama og ég var að tala í bæjarblokkinni í Bökkunum. Og það sem að fólk hefur í raun og veru komið allstaðar að úr heiminum eða frá ýmsum heimslutum er þarna samankomið og það eina sem það á sameiginlegt er að það eru nýjir íbúar í þessu landi og skilja kannski ekki alveg svona menninguna eða samfélagi sem það býr í og kannski að því að líka að því að Svíar tóku gafu hlutfallslega fleira fólki í vernd og tóku á móti fleiri flóttafólki heldur en nánast allar aðra þjóðir, svona hlutfallslega, að þá eru líka mjög hátt hlutfall bara fólk sem að flýja mjög erfiðar aðstæður, sem í mjög svona veikri stöðu og svo á sama tíma að þá hafa verið lítil tengsl á milli fólksins í þessum jaðarsettu hverfum í raun og veru við samfélagið í heild og að fordómar í Svíþjóð hafa blossað upp vegna þess að ég held að því að umræðan hefur ekki einhvern veginn mátt eiga sér stað, að það kom svona tímabil í Svíþjóð þar sem að það mátt ekki ræða þetta, að það sem að allir áttu að vera jákvæðir og svona ef það voru sett einhver spurningar fram ástandið að þá var það strax stimplað sem fordómar, kynþáttafordómar og ég held að það sé ekki gagnlegt, að það var svona það átti sér í raun og veru kannski ekki stað svona eðlileg umræða þessi mál og ég held að það hafi ýtt undir svona það dró allavega ekki úr fordómum en ég held að þetta sé hluti af vandamálinu í Svíþjóð sem er alveg raunverulegt. Þetta er líka bara því að svo líka bara drauma þess að þeim langar líka að mála smá heildarmynd út af við höfum svona góðan tíma. Evrópuþingið þetta tengist rosalega mikið. Þá eru hægri svona kallaðir öfgaflokkar sem þeir eru ekkert allir hægri sinnaðir en þeir eru allir með svona á þeirri línu að vera mjög mikið í nöp við svona mikla innflytjendastefnu og vilja bara snúa aftur til einhverjar annara tíma og færa rök fyrir því bara það þurfa að koma mjög mikið af fólki úr landi sem að þau segja tilheyrið þeim ekki út af því að þeir eru með önnur svona siðgæðis viðmiða þeirra mati og þetta er að hafa rosaleg áhrif. Geert Wilders, ég nefndi það í öllum þáttum og ég ætla bara að halda mig við það, er að mælast með 33%. Þetta er maður sem að segja bara, ef ég kemst nægilega langt, þá mun ég bara fjarlæga fólk og landi, samkvæmt sem er ríkisborgararétt eða ekki. Við munum bara að fara í það. Og Ítalía, sem betur fyrir á enga sögu við neina svona fasísk tengsl, er líka farið með Meloni að svona færast nær þessu. Mjög margir pirraður út í Meloni fyrir að hafa ekki gengið jafn hart fram og hún sagðist að gera fyrir kosningar. Við erum að sjá rosalega einkennilega þróun. Danmörk er að tala að fara með fólk til Rwanda. Bretar, Danmörk ætluðu með fólk til Afganistan. Litáin ekki? Jú, Litáin, ég var ekki sem búin að heyra það. Bretar ætluðu með fólk til Rwanda. Ungverjar eru núna að segja bara 12 so og Orbán með svona sína hugmyndafræði. Þetta er að hafa svo ótrúlega víðtæk áhrif á alla Evrópu. Og ég er að tala við, eins og segja eins og varst að tala með umræðina þá erum við búin að vonast til svona alveg frá 2014 upp að svona bara dagsins í dag heila að bara reyna að halda pottlokkin á þessu og bara umræðan má ekki eiga sér stað það er ekkert að breytast og þau höfum bara að vera jákvæð og ég held að þetta hafi haft þau áhrif að við erum að núna sjá einhvern pendulumsving tilbaka sem ég veit ekki svona hvernig mun koma til með að líta út og það er svona finnst mér svo mikilvægt einmitt að sé verið að ræða þetta einmitt á svona tölfræðilegum forsendum út af því að ef að þetta verður ekki rætt þá mun þetta bara fara út í einhverja rjáfur eins og við erum að sjá í Evrópu hvað út af því að þú ert búin að vera að rannsaka þetta er eitthvað svona sem að þú sérð sem afbrotafræðingur
sem lausn við þessu, sko, ég náttúrulega sjálfur hérna íþróttaþjálfari, ég kenni hnefa líka ég veit alveg að það eru góð tengsl á milli þess að fólk og sérstaklega ungi krakkar í brotinni stöðu fari í íþróttan starf en eitthvað svona víðtækt sem hægt að gera til þess að við spornum við svona sömu stöðu og ég vil meina við séum að sjá í Evrópu já. softball hérna já